Já, góða kvöldið, kæra áhorfendur og verið hjartanlega velkomin með okkur hér í beina útsendingu frá Íslandsmóti Símans í netskák. Það sem að fara fram undanúrslit keppninar hér í kvöld, tvö hörkuspennandi einvígi. Við byrjum á einvígi fítimeistarans Símons Þórðarsonar og stórmeistarans Braga Þorfinnssonar, en í síðara einvígi kvöldsins tefla stórmeistararnir Vignir Vatnar Stefánsson og Helgi Ás Gretarsson. Ég heiti Björn J. Karlsson og með mér í kvöld eins og svo oft áður Ingvar Þór Jóhannesson. Ingvar, velkomin til leiks. Takk fyrir. Ef við byrjum aðeins á fyrra einvígi kvöldsins, þar mætast tveir skákmenn sem hafa heldur betur verið heitir síðustu missurinn. Já, Símon náttúrulega vann Jóhann Hjartarson óvænt í 8 mannúrstum og Bragi sló út Björn bróður sinn sem að flestir svona áttu vona að færi öfugt svona með að við hraðskákir undanfærið en Bragi sýndi og sannaði að hann er stórmeistari Einmitt. og með hærri titillin en bróður sinn. Og Bragi er mjög heitur á nýjastöðnu Íslandsmóti skákum. Já, heldur betur, fekk, hvað var það, 4,5 vinning úr 4 skákum. Einmitt. Mjög öflugur þar. Já, virðist vera svona gangi gegnum ykkur endurinn í lífdaga og vonu það, svona aðeins að fá svona smá, maður þarf átt að fá smá sjálfströkt í skákinni svona. Já, einmitt. Hjálp bara yfirleitt. Akkurat, mikill kraftur í honum upp á síkastið og já, Símon hefur svona haft skemmtilega nálgun í byrjunum og Bragi líka. Bragi á það til að tefla óvenjuleg afbrigði að hrista upp í hlutunum. Ég er persónulega svolítið spennt fyrir að sjá hvernig þessi tveir munu nálgast byrjanirnar í þessu einvígi. Já, meina, hvað heldur þú? Ég veit að það er erfitt að spá fyrir hvað Bragi gerir í byrjunum en heldur hann beiti einhverjum ákveðnum stíl á móti Símoni? Það er spurning. Ég held að hann haldi þessi bara við sitt. Hann er svona í einhverjum svona hliðarvariantum, komunum ávart og svona fá sitt. Mér fannst hann virtist hafa lagt dæmi ákveðlega vel upp á móti Bjössa með svona vel hefnað hliðarvarianta. Spurning hvort að slítið saman verður bara tenninu núna. Einmitt. Við minnum á það að keppendur tefla 6 skáka einvígi, þar að segja að sá sem er fyrir til að fara yfir 3 vinninga, vinnur einvígi og fer áfram í úrslitin. Umhugsunartíminn 3 mínútur pluss 2 sekúndur verði jafnt 3-3. Það er keppendur í bráðabannaskák þar sem að þeir tefla með sömuleitið þangað til að einhver vinnur og fer áfram. Já, ég held ég sé að fara með rétt mál því að segja að Símon, hann er með svona ákveðin byrjunarrepertoár í hraðaskákunum. Já. Og það gekk vel hjá hann móti Jóhanni, hann vann það einvígi, nýtti sjansana sína vel sem hann fekk þar og hann er harður á klukkunni og kannski hefur sýnt sterkari hliðar oft í hraðskákinni heldur en í kappskákinni, þó hann sé þetta mjög harður í kappskákinni líka en ég verð að segja, ég er mjög spenntur fyrir fyrra einvígi kvöldsins. Já, hann hefur verið að spá eitthvað. Já, ég held að geti allt gerst sko, mjög erfitt að spá. Ég held að Bragi verði að telast líklegri svona miðað við aldur og fyrir störf og reynslu og allt það. En ég hef svona tilfinningunni að Símoni eftir að koma að einhverju leyti óvart. Ég ætla ekki að endilega spá því að hann muni vinna einvígið en svona hann mun sína eitthvað. Og segir Símon? Já, verði ekki að segja það fyrst ég er að... Já, þeir eru komin að stað og ég ætla að prófa að svokka upp í þú, ég tek Braga. Já, ok. Þeir eru komin að stað, já. Bragi með hvítt og bökkum kannski aðeins. Var þetta einhver E4 og eitthvað svona hliðarvariantur mótið Sigurður? Allt rétt. G3 og D5 og D4 er komin, já. Já, hvítur. Svartur tekur á sig þennan stakt peð. Já, svartur með þetta staka peð á D5 og ég get nú kannski nota tækifærið og sagt smá sögu bak við þetta afbrigði. Ég teldi nokkuð vel hefnaða skák í þessu með svart einu sinni í Íslandsmóti skákfélaga og fekk sérna að tefla þetta aftur skömmu síðar með svart á móti stórmeistarunum Aljósas Kveinis, blessuð sé minning hans. Já. Það sem hann pakkaði mig saman með hvítu. Sagðist að það var skoðað fyrir skákina sem ég teldi í þessu og já, ég fekk að finna fyrir því þar. Fann endurbót og... Já. Þetta er svona kannski óhefbundin stakabesta, finnst mér, vegna þess að hvítur á ekki alveg jafn auðvelt með að blokkara stakapið eins og... Nei, þú getur kannski sýnt okkur að þessi riddar á C3, oft væri hann kannski á D2 og hann gæti fara á B3. Hvítur var annarkvæmt með peð á C2 eða E3 til að svona blokkara hann að D4-1. Já, það er ekki alveg jafn auðvelt hér að koma riddara á D4-1. Nei, þannig að svartur
Já, getur gælt við kannski einhverju stöðum að reyna sjálfur að leika D4, það er kannski að undirbúa svolítið núna. Og svo líka möguleiki fyrir hvítan að drepa hérna F6 og taka á D5, en ég held að það væri ekki ákjósanlegt því að þá myndi svartur öllum líkindum taka B2. Já, fá fullnægjandi spil, sínsmenni. Og hafa það biskupaparið og opna stöðu. En Bragi leikur hérna A3. Já, hvað var ekki fyrir honum með þessu leik? Hugsanlega undirbúa B4, kannski þetta B-leikur hjá honum. Símon leikur H6 og býður Braga að taka F6. Spurning hvað Fjölnismaðurinn gerir. Sjáum að Bragi vel merktur. Leikur F6 og D5, já. Hann gerir þetta svona, já. Það þarf vantilega þá að leika... Nei, riddari C6 er engi leikur, það kemur bara róku D8. Já, þetta kemur mér tölvöld ávart, verð ég að segja. C4, já, ok. Því ég held að svona uppskipti sé yfirleitt svartið með hagi þessu. Já... Má ég vera gráður bara að drepa þetta peð á A3? Fyrir svartan, hann gerir það ekki hérna. Gerir það ekki. Sko, eina sem maður hefði ágjörð eftir biskutur að vera A3 var hróku B1 og drottningin á ekkert mjög marga reyti. En... Nei, það er rétt. Hún er kannski svolítið... Þetta verður mjög ópraktist í hraðskák. En hróku D8 verið bara sniðuleikur hjá Símoni. Sem að maður komið tölvöru tíma, mismunur hjá þeim félögum. Það mun á tæpri mínútu að þeim. Áttum okkur á því að þessi kaup að gefa þetta DP fyrir BP því er náttúrulega að svartur er búin að losa sig við stakapeði sem var kannski það sem að Kvítið var svolítið að tefla upp á. Nákvæmlega. En svartur er með bara þetta þægilega biskupapar hérna. Já. Og ég held að ég meina að það sést oft í ýmsum miðtalstöðum að ég meina svartur gefur jafnvel peð til að fá biskupaparið hér í liðum. Ýmsar stöður í skákteóríu þar sem að svartur er sáttur að vera peð undir og meðan hann hefur biskupaparið. Já, mér veist Símon verið að fara að hóta. Já, hann er að fara að grafa undan C-peðinu sem myndi þá mögulega að grafa undan riddaranum í einhverju stöðum. Já. Stoppaði líka riddari D3 sem var kannski einhvers konar hugmyndi Braga. Bragi komin undir mínútu og þarf aðeins að vanda sig hérna. Leikur riddari D3. Mér finnst, ekki rétt að mér að Símon í hraðskákum, hann er svolítið svona hraður. Hann er það. Spurning hvort þetta verði svolítið tilfelli í þessu innvígi, hann verði svona með aðeins betri tíma í flestum skákunum. B5 áhugavert. Já, reynir að grafa undan hérna og hérna er ekki hægt að leika hróku B1 af því að það myndi svartur taka á C4 fyrst. Þetta er ekki að taka B2. Já, þó. Nei, alltaf. Ok. Kannski er þetta hægt. Kannski má hann bara taka C4. Gerir það. Fyrir að leika drottning D... Já. Ég er nú við. Nei, ég get alltaf tekið á A3, þá kemur hrókur A1. Já, fellur biskupinn á C5 líklega. Þannig að drottning D4 virðist reynileikurinn. Drottning D4 eru við að spá. Þá er Bragi kannski að sleppa svona í jafnteflislega stöðu. Já, hugsanlega. Þannig að Símon virðist ekki alveg sáttu við. Símon hugsar núna. Í gangmál akkurat núna. Ok, Símon komin undir mínútu líka. Hann drepur eftir. Ok, við mistum reyndar alveg þessum. Já, en hvað gerast? Hvernig drottning F5 byttu? Já, hóta riddaranum á D5. Hún er á D5, já. Ok. Já, taktíska augað okkar, kannski ekki alveg vaknað. En Símon er vel að verði þarna. Ég er vissum að augun opnast ef við klárum hennar kollab sem við erum með. Bendum á það að kollab er einn af styrtaræðlum þessar útsendinga á samt lengjunni Símonum og ljósleðarunum. En Símon er peði yfir. Ég er bara orðlaus yfir þessu segmenti það er alveg Já, var þetta ekki skautar hann yfir, ég bara, wow! Það var smúð, mjög smúð. Já, Símon er peði yfir með biskupaparið, en Já, en hvað? En hvað? Bragi ítir þessu A-peði sín á stað. Nei, hann var ekki nýtt. Riddarinn er alveg gríðarlega leppur, þannig að riddari E7 er ekki leikur eins og er. Hróku D7 undir býra virkja hinhrókin og valda beisinn leið. Gera eitthvað leikurinn að drottning F4. Og það er dreipið. Það er tekið, það verða kaup. Svartur verður að taka þarna biskup B3. Bragi þarf að passa sig.
Bræði það sokkur undir hérna, það voru að gjöra svo vel að... Bræði hann mjög tæpar á tíma, hann leikur eitt hrókur D8 kemur leið frá Símoni. Já, þetta erfitt, svartur peði yfir, þetta mjög þægilegt til hraðskák, það getur bara leikið leikjum, það raun ekki að gera neitt. Nei, neitt plan getur verið að reyna að herja þessu apiði. Já. Hann leikur biskup D4, já. Það meðan hann heldur tíma horskotið, þá þetta mjög erfitt í praktík fyrir Braga. Ok, Bragi verður að gera eitthvað, komið kónginn eða, já, gerir það. Rittari D5. Og hvað nú? Þannig finnst einhvern veginn ef að hvítur hefur biskupinn á kóngsagnum og þá er svartur að geta herjað einhvern veginn á apiði. Aha. En ef hann hefur farið með biskupinn yfir og drottningu og enga verja apiði þá geti kóngurinn orðið vikur. Þetta er svona ökluð eira, hann er svona við það að falla hérna, hvernig ætlar hann svara biskup C5, já ok, hann svo sem átti að hróku C3. Ok, Bragi leik hann á nokkur leikjum snögt, náðu tímanum aðeins tilbaka. Hérna geta verið hann, nei, skák fyrst, hann er ekki hann á mislættu biskupum. Biskup F5, G4, biskup E6, eitthvað, já. Hann getur drepað C2. Vá, akkur... Ég ætlaði að mynda að segja þegar hann leik kongur H7, er hann ekki að labba inn í einhver mögulega taktík? Já. Þetta var, já, þetta voru sokkaskipti. Já, þetta voru heldur betur sokkaskipti, maður. Bræron rittari yfir fyrir einungis 1 peð. Ætti að vinna þetta, en býður nú við. Fer inn í fráskákina þarna. Tappa peði. Tappa peði, þetta er stórt peð að tappa. Vinningurinn er ekkert alveg auðsáttur hér. Ef hann er enn til staðar. Símon heldur áfram að skáka og nú er kóngurinn hann fastur á H3. Gæti hann ekki leikið bara einhverju? Jæja. Þannig að erfitt að búið til einhver mát þemu þarna en samt svolítið óþægilegt að hafa kónginn þarna. Svo Bragi hafi svona aðeins mist fókusinn strax eftir að vann þetta lið tilbaka. Og þurfti hann einhvern veginn að fá hann til að fara eitthvað með rittaran, nei með biskupinn, svo hann í hrókutabréf F7 einhverjum stöðum. En byrju nú við hvernig, ok, G4, skýturinn hrókutabréf F7, hvernig, þetta er F5, þetta er allt, hengur einhvern veginn á bláþræði. Þetta er mjög spennandi núna. Hann reyti fyrir mennina, fyrir á G3, hann er valdabeysin. Og já, hann er mát á F5. Hann er mát, ég sá ekki, hvað er í gangi hérna? Hvaðan kom þetta? Ég held að Bragi hann gæti að fara í hináttina, þetta var bara grís. Ég held að Bragi hafi alveg verið jafn hissa og við á þessu, eiga allt í innum máta það. Það er svona semi-óvart. Ok, Bragi vinnur fyrsta skákina og þetta var nú eiginlega bara... Þetta var bara svona last mistake, loses game, sko. Vá. Já, hérna hér, Ef maður harið 3 mínútur og 3 sekúndur hjá Megastormi, 303, þá er mikilvægt að byrja 19 í pílkasti en við erum að tefla þannig að við skulum ekki spáði því. Ok, það er einhvers konar bókuundarsvörð sem að geti snúist yfir í Katalan hugsanlega. Já, ég teldi einmitt við Símon í deildakemninu með svörtu í Katalan. Já. Og tapaði því. Hún gerði það, já. Ég gerði það. Ok, þetta verður Katalan. Og það er spurning hvað Bragi gerir. Það verðist ekki vera alveg ákveðin hvernig hann ætlar að mæta þessu. Nei, ég meina A5 leikur, það er ýmsir leikir en ef við þekki Braga rétt að reyna að finna eitthvað svona aðeins svona off the beaten line, svo við sleppum aðeins. Ok, leikur C5. Þá gætu við alveg fengið stöðu með stökupeði eins og vorum með áðan. Já. Hvítur gæti líka skotið kannski A3. Já, hann gæti gert það fyrst, vissulega. Og svo tekja C5 bara. Og það er svartu kannski þurfti að taka D2. Já, ég held að Bragi gera eitthvað svona, leikið D4 eða eitthvað núna. Hrist upp í þess aðeins. Yes, D4 move, yes. I like Hann gerði það, hann gerði það. Yes. Ok, við erum konum með svona örlítið óhefðbundna útgáfu af hefðbundinni katalanstöðu. Bragi... Er ekki rétt af mér, það sem ég var að skella hana í svo kallega Komarov eftirhermu? Já. Að Dmitri Komarov sem slóði gegn með skáklýsingum á heimsmeistaramótinu í hrað og allskák gerði það líklega í Doha 2015.
Það rétt hjá þér, það var í Doha. Og heimsmeistaramótið hraða alls hvað hverjum mitt fram í Doha núna. Það rétt. Við eigum vonandi keppandi þar, Vigni Vatnar Stefánsson, hann er alltaf skráð til leiks. Það gaman að hafa gómar að fá lýsa í Vigni. Yes, Vigni Vatnar, buy some cream. If you win against Nakamura, maybe I ask where he buy cream, yes. Já, það einmitt gaman að segja frá því að Vignir hann duglegur að vera með varasalva, þannig að Gómar geti haft gaman að því. Gómar geti haft gaman að því. Já. Við fáum einmitt Vigni hérna í seinna í kvöldsins. Já. Gegn Sigurðarunum Helga á Skriðarsinni. Það verður gaman að sjá það. Já. En Símon leik hérna síðast riddari G5, aðeins að kýtla hásupið og ef til vill að bakka með riddaran á E4. Já, henda einum riddara á E4. Það er svona þekkt tilfærsla. En Bragi... Veitu, Símon er eitthvað fúð ásáttu við lífið hana. Hún að hrista hausinn eitthvað? Já, það er eins og var að blóta eitthvað hana, ég veit ekki alveg. Ok, Gunnar 6. Það veldur. Anyway. Plan Svart geti ef til vill verið í þessar stöðu að íta þessum miðbólspöðum einhver tíman að stað. E5, opna fyrir biskupnum. Einhver tíman? Núna? Jafnvel. Possibly maybe. Drepa á E4 og leika F5 geti verið. Já. Já, tekið þarna. Það Bragi svolítið svona, hefur ekki tíðin átt til að leggja mikið á stöðunar. Þannig F5 og svo E5 í kjölfæri var eitthvað sem kemur mér lítið á óvart hérna. Byrjar biskup F6, ok, svona 8D3. En nú kemur E5, já. Já. En þetta er nú bara vantalega í fínu lagi, þetta er allt. Já, já. Peðin eru völduð og rýmið er gott. Einmitt. Já, það er þekkt í þessum stöðum, svona benón í legum stöðum að reyna að íta þessu öll að stað einhver tíman. Hrókut í 1. Já, Svartur virðist það ágætis svona kontról, næst er bara gamla góða, eins og Stefán Stengur mér segir, það er ekki bara eftir hrókana og tengir hrókana. Já, út með menn og tengir hrókana. Já, valda meðborðið og allt svoleiðis. Það er ágætis þjóðarbetarreglur frá Stefáni sem ég hef reynd að fara í eftir sjálfur. Já, ég held að Bragi sé hljóta að vera nokkuð sáttu með sína stöðu hérna. Já, 1-0 yfir og með fína stöðu hérna með svörtumennunum og pressan er smá á Símoni eftir síðustu skák. Já. Heldur að Bragi leiki... Ég myndur bara fara með drottninguna af D-línunni bara upp á það að eiga alltaf geta svara E3 með D3 til dæmis ef til þess kemi. Drottning BSS er sami leikur, þannig sé. Nefna hvað C5, nei, C5 er engin leikur, það var nýja B3 núna. Rétt. Já, kannski erfitt fyrir Símon að finna einhverja svona viðspyrnu á miðbænum. Því ef hann gerir ekkert þá er Bragi bara að fara kannski að hlaða hrókunum á D-línuna og leika E4 einhver tíman. Já, hann geti einmitt valda D4 betur til að fara að íta. Biskup C1, kannski merkjum að Símon er aðeins komin á afturfætuna í þessar stöðu. Já, hérna getur hvítur ekki fyrir ekki Svartur jafnvel fara að gæla við að leika með svolítið C5, hundan er A4 grafa undan þessum peðum. Það er óþægilegt, já. B5 er leikur líka þar. Ég sýnist hvítur þarf að bregðast við því. Leikur hrókur rati D8, ég var ekki. Ok, riddari G5, já, það var hugmyndum Já, ok. Alls ekki vitlaust, biskupinn hörvar. Ok, nú getur hann D5. Unnið biskupaparið, en kannski verið biskupinn eitthvað hálf skrítin. Þannig D2 getur verið lúmskurinn að hóta riddari verið hásu, drónning hásæðis mát. Aha. En þetta er bara svona one move trick eitthvað. Já, samt sko. Það nú er reynd heimskulegri one move trick. Heldur betur. Meira þess að í þessari keppni. Og í þessari keppni, jú. Hvað gerir Símon? Eina sem hefur ágjörað fyrir hönd Braga, hann er komin í 29 sekundur. Já, hann hörvar. Hann gæti nú alveg, trikkið er ekki it's still alive. Já. E4, ok. Gæti leiki núna, það er svona frekar pointless leikur öðru liti. Já, hvernig myndi Bragi svara? Kannski bara E3. Já. Hann hörvar. Riddari E1, já. Hörvar, er ekki riddari E1 núna að fara að stoppa allt bara? D3? Já, það er svolítið bragalegu leikur að nú getur hann komið með að krafti. D2, þetta er yfirbrögun, hann kann passa sér drónin D2. Nei, hann er ekki búin að leika hápöðinu, það er ekkert máta H6. Já, að máta H6, eða ekki? Nei, kókur kemst að hafa. Já, hann kemst að hafa þetta? Já, hinum þá drapa á H7, sko. Aha, þetta. Aha, það nú er Bragi bara, já.
Þetta var engin yfirbröðun, þetta var bara... Hann var að vinna hann að skipta mun. Símon fær, eitt peð fyrir. Já, kannski einhverja viðspunni í hraðskák, en ekki mikið meiri það. Nei. Þetta var bara prýðilega gert til Braga, hann, og kannski var, ég veit ekki, kannski var staðinn á Símoni það lílega, en það þurfti að reyna eitthvað svona skítatrykk eins og Donald D2 Rittari bara hálsjö. Rittari G2 og... Vittunum við Rittari, passa okkur bara á eitthvað Rittari F4 E6, það eina... Eina sem Símon hefur í þessu að kóngurinn hans fyrir eitthvað traustur og hann með Rittara. Bragi bakka bara, hann gæti nú örgulega bara tekið á B3 frekar. Biskup C5 vinnur skipta mun tilbaka og Bragi hristur þessu. Já. Með skák með þess að og nú ætti... Nú þarf hann að halda fókus, sko. Ok, nú bara jantliðið, hann er bara klúrið þessu aðeins. Já, töluvert. En hann er ekki með tapa, þannig að nú þarf hann bara að tefla tablið. Hann lítur með að drepa F2, nú er hann komið betur aftur. Hann er búin að vinna peð og Rittarinn er bundin í báða skó, leppaður á skálínunni, hann leikur H4 til að losa kónginn. Það verið mjög stórt fyrir Braga að vinna þessa skák og komast í 2-0. Og svona, já, þrátt fyrir svona, þessi skák var náttúrulega miklu betur en hinn, en það kom samt svona, komið hnekkir hérna. Býtu hvað er að gerast núna? Mér myndi ekki líða vel hérna eftir að nýbúin að klúra einhverja smá, menn að Rittar hann á E6. Nú leita mér einhverju safe leikjum, þessi ætti að duga eða hvað það má, en nú er ég bara, hrættur að taka G3, má ég taka G3? Ég myndi ekki þóra þér. Ég veit það ekki. Ég bara veit það ekki. Ég bara veit það ekki, Ólafur. Skák. Skák, kongurinn fyrir hann, já, ok. Hvernig, Rittar E4 kannski? Ég held að vera að setja sig við það eitthvað annað. Já, fyrir Rittar F3, ok. Þá dreipur hann. G3. Og hvað? Símon... H6, Pítur Rittarna H7, er hann þó ekki aðeins að ná að taka til. Við verðum að passa að gleyma ekki biskupnum, ef Rittarinn fer eitthvað. Biskup E5, það er svolítið. Hann kannski fer bara tilbaka á G7 og heldur biskupnum í vörðinni. Já, það er eins og sér. Nei. Hann er farin að dansa ansið djáft með þessar sekundóra klukkunni. Já. Hann er bara peðið yfir og Rittar G5, já, ég hef akkurat eitthvað svona sem að er hættan. Okay. Símon kom með yfirbúri aftur. 4,4. Þannig síðan skák. Kongurinn sem dansu opinn á hvítum. Já, það er eftir að finna þægilegan stað fyrir hann. Það eru skákir út allt. Hrókurinn fyrir, ok. Þá bara skák á F4. Þetta er C7. Nei, þetta er ekki alveg hvíturinn á kontról. Það er, já, ok, hún er B3 en hann kom ykkur óþægilega skákir. Ok, hrókur D8, hrókur D7 er inn í myndinni. Hrókur svona F7. D8 gefið. Þetta er þetta... Veitu, akkur gera þetta? Akkur skáka hann ekki drottninguna af? Þannig að þetta er tvær leiðir til þess að vinna drottninguna, en ok. Game goes on. Það er þetta svona comedy of errors, þetta er nú ekki... Hvað ætlar að gera núna, Símon? Það er gaman að sögja, Hvað er að gerast? Býtu, já ok, nú er þetta búið. Hlýtur þetta að vera búið. Ná er þetta, Ég er alveg viss að þeir skiptust á möguleikum til þess að vinna þetta hana. Já, þetta var svo kallar comedy of errors hana á tímabili. 1-1, ok, það er allavega líf í þessu. Já, líf í þessu og þetta er ekki fullkomin tapmennska, en hún er skemmtileg. Hefur verið þannig að sá sem fær kólunni, það vinnur ekki. Já. Og þá er það... En fær annars eins á leiðinni. Missar það svona henni. Já, herri. Þá er það Nims og Endarskvörð. Stress í strákunum. En nú er bara mikilvægt að núlstilla hausinn. Það er bara 1-1. Það er bara nýtt einví, stitt ræði fyrir báða. Já. Báða búin að klúra einu skák. Báði komið svona á stað. Já. Hausinn vaknaður. Nú, Bragi vilur þarna leika F3 og Rittari E2. Það er svona hliðar afbrigði þessu. Það er hægt að leika Rittari E2 strax og leifa biskutur upp í G2. Já. En Bragi teldi nú svona í þessum stíl stundum hérna áður fyrr. Og fekk oft svona skemmtilega möguleika með E4-leiknum. Já, þetta er svolítið ofta tefna upp að með það. Það er kannski munurinn á þessari stöðu og öðrum afbrigðum þar sem að hvítuleikur F3 er að svartur er ekki búin að gefa svartstættabiskupin sinn á C3. Já, akkurat. Þannig að E4-leikurinn er kannski aðeins erfiðari að fá fram hérna.
Símon skiptur upp á Hvítareyrarbiskupum eða allavega býður upp á það. Já, það verður uppskipti. Það er eitthvað því. Þá kemur A3 og Símon heldur biskupnum. Þannig að E4 leikurinn er svolítið erfiður. Svartur með gott vald á E4 réttnum eins og við sjáum. Já, er þetta ekki svona C5. Svo mókur Sigurbjörn vinn okkar aðeins svona uppskiptilega sé kannski ekki alveg eins og Hvíti vill hafa þetta? Jó, ég held það. Sem ég þannig að þetta sé ágætis útkoma út úr byrjuninni fyrir svartan. Já. Er ekki svo glatt áfram með EP, C5 er komin á borðið. Mér finnst svona, já, svarta staðan að mörgu leiti auðvöldari. Já. Þú setur rittarinn á E6 og leikir hrókur C8. Einmitt. Getur, eftir aðtökum leikir G6 og getur farið, jafnvel að Hvíti gerur ekki neitt, getur farið að íta peðum fram á drottningavæng, þannig að það er svona ýmislegt í bóði, en hvað gerir Hvítur? Einmitt, mér finnst svartur einmitt stýra svolítið ferðinni, hvort hann ætla að drepa D4 eða hvort hann ætla einmitt, eins og þú sagðir, íta peðunum á drottningavægnum. Og meðan að Hvítur nær ekki að leika E4 og Hvítur er ekki að fara að leika E4 held ég að meðan þessi spenna er á miðborðinu hér. Nei, nákvæmlega. Rittar E4, ok. Ég teldi einmitt svona biskup F8 afbrigði gegn Nimsanum í deildakefninni og bara var svona snögg undirbúa með félag okkar Súlíba frá Úkraínu. Já. Og hann sagði bara, when they play F3, just play C5, ok, C5. Ég veit. Þannig að fín regla, F3, C5. Akkurat. Já, ég fór í þín fótspor og teldi sama afbrigðin. Já, alveg rétt, já. Ég var ekki að segja þessu út af því, sko. Alveg rétt, já. Já, þetta virkar svolítið kjánulegt að vera eða tími að bakka með biskupinu F8 en hann lúrir þar. Já. Drottning F2 og biskup D6, já. Biskupinu lúrar, sko. Það er oft ástæðan fyrir því að rittarinn kom út fyrst og maður getur dreigið tilbaka. Já. Þeir lúrar, sko. Þeir gera það. Menn þarf átt að segja því. Ég átti á því Vignir, biskupinu lúra. Ég held að Vignir sé að horfa. Ég er ekki alveg viss. Já. Já, en við vorum samanlega það að það er kannski aðeins erfiðara fyrir Braga að finna plan í þessar stöðu. Og nú er spurningin hvort þið séu einfallega... Og við sjáum enn og aftur, já, ok. Ég myndi nú reyna að teppa þetta áfram á svart, sko. Já, akkur ekki. Hann er líka með miklu betur tíma. D6, er jættaflið að hann fyrir aftur að H4? Já. Ok, hann er ekki svolítið kannski að augra Braga, þetta er kannski bara líka sniðu leika fyrir honum. Biskupið fyrir B8. Bragi fyrir út úr þráleiknum. Nú held ég að svartum megi fara að huga því C4 asas með tempo og B5, sko. Já, ég myndi hann fara eitt tempo hér, ef hann vill. Og svo hér og hér. Og meðan hann bremsar E4 leikinn, þá er hann í góðum málum. Ok, A4. Já. Hann er kannski, reyna að hafa hemlur á þessum B5 breyki. Þannig kom mátótun sem Bragi svaraði samstundis með drottning H4 og valdar H2-beðið. Okkur ég segist nú, heldur hann áfram með þennan forvarnir prófylaksis. Það bæði hér og líka hér. Já, svo gæli við það ég mitti á að henda rittarinn með eitthvað og leika okkur H6. Það verið mjög óþægilegt. Já, Bragi tók á C5. Það er svolítið svona viðkenning á því að Símon sé búin að vinna byrjunartapinskuna hérna. Já, ekki að spáði hrókuldur upp í C5. Hann gerir það. Já, með ekki alveg hugmyndinni, sko. Jú, og vilt reyna svona eitthvað krútlega leiki eins og kannski D4 núna, ég veit það ekki. H5, en þá kannski kemur biskup B4 eða hvað. Okkur H5, nei. Var hann ekki aðeins að krúta yfir sig? Var bara getur B7 nokkuð einfalt út með fín dýnamisk hangandi peð, getur hendinn D4 eftir aðtökum. Af því að ef að Símon á ekki einhverja taktik á hátupeðið með einhverjum hróksveiflum þá er Bragi að fara að stilla upp í einhverja blokkeringu hér, sko. Já, nú er hann svona aðeins búin að veikja peðastöðuna að óþörfu nema hann á einhverjum sleggjum. Þetta geti verið mikilvægt augnablik í þessari skák og einvíðinu, þannig kemur hrókurinn á C4. Þetta er D4. Ok, það reyndar hann í eitt peð á A4. Hrókur E5, hann ætlar að leika hrókur H5. Ég spáði því að Bragi leiki Gunnar 4 núna. Já, ok. En hins vegar veit ég ekki hvernig hann svarar þá hrókur bara A4.
Þetta áhuga staða því að það skemmtileg taktik í loftinu með þessum hótunum. Póker H5. Spurning hvernig Bragi ætlar að bregðast í því. Ég verður kannski bara að leika G4, ég meina hvað? Hvað annað, mennur þú? Það verður að góða 8-2, finnu 4 sem lokar enda skálinni. En hrókur H5 E4 er alveg svakalega. Þessi kemur og ég meina, þetta ekki bara tapað? Ég meina, drottning riddari E4, hann hóta líka riddari G3. Okay. Já, þessi. Ég minnst þessi. Ég var að horfa bara riddari E4 og drottningi var að koma inn í geimið en... Já, það var líka, ég sá ekki einu svona riddari G4, sko. Nei. Já, þetta ekki gott. E4 riddari blasti svo við að maður... Já. Það er oft hérna... maður er lent í því að tapa skákar þegar maður er á ofmarga góða leiki, sko. Ég mitt. 5 góða og velið þá 7. leikin sem tapar. Ok, Bragi peð undir en hann ekki mát. Já, that's where the list of good news ends, I'm afraid. Ok. Hvað vildi ég alveg gera? Bara, ég veit ekki. Ekki mát. Bitu, stopp maður sér. Ok, þetta er samt ennþá skýtast það, en fekk allavega 1 peð upp. Já. Ok, það er mikilvægt í því spurninga, byrja eitthvað staðar. Byrja því að vera ekki peð undir. Já, ég hef smá trú á þessu allt í einu hjá Braga, sko. Ég meðum báða 20 sekundur. Ég minni að það að ég veði að Braga, þannig að takk fyrir það. En staðan hjá Braga var það slæm áðan að mér finnst að vera skárri núna. Mátti hann ekki taka á BSS bara vera gráður? Ok, en hvað með Hrókur CSS núna? Hrókur F8, svakalega það passið. Já. Ok, Hrókur CSS, þú stoppar ekki drottning H6. Já, þetta að snúast núna, sko. Drottning C6, akkur, já. Þegar nú kemst drottningi kannski á B4 eða eitthvað. Eða þangað og H4. Já, kannski var það vandamáli líka hinni stöðinu. Ok. Þú er að leggja eitthvað riddar F3 eða hrókur F3, hann eitthvað riddar F3. Ok. Það er G3 hrókur rétt hangið saman. Svartur á... hann fer á E2, það er ambitious. Einu löglega leikurinn, mjög ambitious yngar, takk fyrir það. Ok, akkur mátti ekki taka D5? Akkur mátti ekki taka D5? Ólafur. Þú spyrð of erfiðar spurninga, Ingvar. Ég betta peða bróni, riddar C3 er ekki gafall. Já. Ok, Haroni á G2, ég sé það. Já, Haroni G2, ég sé það líka. F6 tapar skákinni. En þá er Símon alltaf örlítið betri tíma. Nú tekur hann á D5 en nú er það á seint held ég. Já, nú fellur á G2. Tekur á G2. Reynir að láta hanga saman. F3. Hrókur fyrir aftur á G5 vantarlega. Og Hrókur C4 vantarlega innleikurinn til að bera 4 F4. Hann missir að því. Nei, þetta sleppur. Já, þetta er samt mjög erfitt. Nei, þetta er svo erfitt fyrir hvítan að bara finna leiki alltaf. Hrókur D2. Það skákir út allt maður. Ok, hann hangið samt ennþá saman einhvern veginn. Já. Bara peð undir, sem er eiginlega ótrúlegt. Já. Skák og tilbaka, valdur F7. En þá er Bragi á lífi. Og fyrir kongurinn þá aftur tilbaka. Drottning C4 reynar að kópla út í hróksendtafl. Já, hann bara skiptir öllu. Nei, hvað? Það er samt. Já. Drottning F4, þú kannski ekki drottning F4 Bragi. Ég er bara hættur að skilja náttúrulega skapaða hlutin. Þetta fór nýja manni settið. Hvort ég skil ekki neitt eða þeir eru að tefla svo rassalvar, ég skil ekki neitt. Þetta hlýtur að vera mát eitthvað. Ég meina Símon er að vinna þessa. En ég þarf ekki stöðnisvöld frá að stela hérna lína að svala úr körfunni. Hvað er mátið samt? Já, Hrókur D lítur öllu, Ólafur. Þetta er búið. Já, þetta er enn einn. Já. Ég veit ekkert hvað að gerast. Ég held að þeir vita ekki heldur. En Símon vann þessa. Já, og staðan er allavega 2-1 Símoni Þórhallssyni í vil og já, við höfum svona... Það er meiri kollab til að skilja eitt. Já, veitir ekkert af að fá smá kollab. En allavega, við ætlum að fara í auglýsingar aðeins að jafna okkur og koma aftur með framhald á þessu MV eftir skamastund. Við tengjumst í gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum.
sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta ferð þig áskettur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Já, komið sæl aftur. Þið eru að fylgjast með undanúrslitum Íslandsmótsins í netskák. Það er Íslandsmót Símans í netskák og það er einvígi stórmeistarans Braga Þorfinnssonar og fítimestarans Símons Þórðarssonar. Staðan 2-1 Símoni í vil. Ingvar, þetta voru sviftingar sem að skákir hérna í byrjun. Já, þetta eru svona
eigendaskipti á ljóslegra hraða og það erfitt að fylgjast með hver átti hverja skák, hvenær og hvers vegna. Við vorum eiginlega ekkert að lýsa, vorum bara góla einhverju vitleysu. Þetta fór bara eitthvert fram og tilbaka og já, en örugglega gaman að fylgjast með fyrir áhorfendur sem er heima að sitja. Já, ég spáði að reyna að horfa á þetta bara eftir svona til að reyna alltaf betur á. Já, ég skildi ekkert hvað gerast. En allavega, 4. skákin fyrst senna hefjast, það er í bóði ljóslegarans, ljóslegara skákin. Þeir hafa báði verið að tefla á ljóshraða, þessi félagar, Símon og Bragi. Ég meina alla skákinnar hafa ráðust í einhverju tímaraksbaráttu og afleikir fram og tilbaka. Núna, já, stöðunni 2-1. Einmitt. Og á það fengum við drottningapess byrjun sem að varða einhvers konar Katalan. Já, sem að Tarras Ívafi. Já, Bragi teldi nú vel skákinu með svörtu framan af en svo svona mista hann þráðinn. Það er spurning hvort að Símon vilja eitthvað breyta til, ég veit það ekki. Ég held að hann haldi sig við D4, spáði því. Já. Spáði því. Hann er D4 skákmaður svona mestu. Já. Hefur svona bröðið fyrir sig í Jópa á London og öðru undanfarið. Já, hann á ýmis vopn og... Já, þeir eru komin að stað. Já, við skulum fá það á skjáin. Ljóslegar skákin, skáknum með 4, staðan 2-1, Símon í vil. Ok, Bragi fyrir ekki allar hann í Grunfeld eða Konstantira. C5, já. Hann allar í svona beinóni sem hann geymir aðeins E6, held ég. Einmitt. Leikur hún að D6. Svona þekkt hlýðarafbriði að leika E6 og læsa svo stöðunni með E5. Hann var rittan hann á A6, einmitt. Já, þetta var ekkert eitthvað svona smá bólaðabriði frá Ivan Ísevits, eða maður rétt. Einmitt. Þá kemur A4 stoppar hann á B5 og nú kemur E6 og... Já, þetta er svona öðruvís en svona hefðbundu berunni út af þessu svartur. Og nú kannski E5. Já, leikur ekki strax E6 og hérna. Já, hann gerir það. Það er svona aðeins öðruvísi læbrið á þessu alls saman. Og nú kannski getur svartur haldið fram hann sé búin að bremsa sókvíts á drottningavagnum og getur þá farið að leika F5. Já. Sjálfur. Í friði. En sjá hvað setur. Bragi hugsar hérna. Já, svartur getur reynda annarkvort að tefla upp á F5 eða B5. Það tekur náttúrulega lengri tíma að undirbúa B5. Já, leikur í þeirra H5. Hvítur að samanskapi. Ég verður eiginlega að tefla upp á annarkvort með 10 tíma að leika B4 sjálfur eða F4. Heldur að Bragi sé að hugsa að hoppa með hann og rittarinn á F4 hérna? Já. Þess vegna? Why not? Hann hefði kannski frekar viljað hafa þennan rittar á C7 þá á D7 ef hann var að gera það. Já, til að komast á E5 reitin hugsanlega í framtíðinni. Já. En hrókur E1, þá vantarlega allar Símon að svara rittar F4 með biskup finnur 1 eða hvað? Ef til vill, hann vill líklega ekki drepa hann rittara. Kemur G5. Svolítið svona bragalegu leikur, eða það er að segja það. Já. Þið erum við segja þess á kongsvagnum. Símon getur telt þetta rólega, leiki kongur H2 og G3 eða þá fara hann að undirbúa að leika B4 ef til vill. Kemur þið grein að drepa F4 og leika E5? Já, það er, mér datt það endar ekki í hugin, alveg klálega. Heldur að svartur myndi drepa á F4 með G eða E-pið? Það myndi verið drepa með E ef maður hefði stjórnað E5 reiknum, sko. En... Já, ég er ekki alveg við, sko. Það er ekki hana. En ok, hrókur B1, þá segir hann okkur að hann vil leika B4. Já, mér syns það. Og yfirleitt reynir svartur að segja, ok, hann loka bara búðinni. Okay. Já, aðteklislega okkur. Já, kannski er þetta bara rétt í stöðuna, því að B4, ef B6 þá er strax komið A5 sem hefur græfið svolítið undan. Já, drottningavagnum, þess að hvítur er svona klárar í aðgerðir. Og líka í hraðskák, þá vill maður ofta vera með svona auðveld plön, þar sem maður ekki hugsa mikið og hérna kannski Bragi að setja Símon í stöðu þar sem hann er ekkert eitthvað augljóst. Já, og nú fá eiginlega svara spurningunum frá, en ég held að hann drepa með GP, já. Já, hann gerir það. Og þetta er fyrsta skákin í einu þar sem Bragi er ekki með verið tíma. En núna er Símon takja hann er E4, vissulega. Já. Og ef hann er að blokkara hann vel, þá já, sem hann nær. Já, drottning C2. Rittar fyrir A6, ok. Hótar að hoppa inn á B4 en nú er uppskipti á hvítröðabiskupum og já, það sem ég ætlaði að segja, ef að Símon er að blokkara hann E4 reit vel, já.
þá geti Bragi lent í stöðu þar sem að hann er svolítið innilokaður sérstaklega með hann biskup á Já, biskupinn á engin svona sérstök skotmarkastöðina fyrir BF5, hann er svona, já, ok. Hann er að gæla við að hérna, í einhverju stöðum að taka D6. Hann hótaði að taka D6 og Bragi stoppaði með rittari B4, hótaði drottningunni og valda svo hrókin sinn. Sleppum við það. En hvað er þessi rittari að gera meira á B5 en að hóta D6? Það er rétt, þannig að spurningin er hvort að Bragi hvítur hótar ekkert að leika G, já, hótar að leika G-piðinu, mögulega. Ég spá ég að reyna að tróða sem biskup bara að F-fatta og reyna svo eitthvað að potta með hrókunum, en rýma G-línuna. Já, en kannski það er nú áhættu sem til hvítum að fara á G-línuna, en kannski geta gert það, ég veit það ekki. Tíminn svipaður hjá þeim, báðir 1,5 mínútu, tæplega núna. En á ekki hvítu bara að endur að þess aðeins, farið með rittarinn á C3 og setja rittarinn E4 og hans býð át þetta. Jó, hann hefur kannski tíma til þess. Ég held að hvítu getur svolítið telt upp og ekki neitt, bara setja rittarinn á E4 og reynd svolítið að vinna tíma. Bragi var nú vístilis að nota tækifæri með leið og drottningi fyrir E4 og leika E4. Leika E4 sjálfur, já, vissulega. Gefa peð. Ok, hvert er þessi rittar að fara? Ég hugsa að sé að fara B8, D7 og fara yfir á kongsvangin. Já. Þetta verður partningur. Þetta verður partningur. Ég spáði því að bara við séum svona innan við mínútur frá því að sjá ekkert ósvipað það sem við séð. Þetta kom G4 á. Eitthvað sem allt getur gerst. Og nú má Bragi taka með framhjólaupi. Þá geta minna áhrendur á það þegar peð fer fram tóræti, þá má peðið við hliðina því drepa. Það er hálfgett lagg. Hann er farin. Ok. Hvað er að drepa samt? Já. Nei! Hvað ætlaði hann að gera? Hrókur hvert? Þetta var klárlega hvað kallar máslip. Úff. Hann gefst upp. Þetta var dýrt, maður. Já, við viljum ekki að skákina ráði svona, en þetta er því miður hluta af nefnskákinni. Já. En nú það Bragi bara að gera svo vel að vinna hver einu skák. Já, hann verður að gera það. B3, þetta er C6. Maður bara orðulega sett við þetta. Já. Ég veit ekki hvort hann ætlaði að leika hróknum eða bara rakst í hann óvart. Já, það getur líka verið en það bara rekist í hann, sko. Það er til í myndin líka. Já. Ok, A4. Þetta er eitthvað svona hlýðarafbrið, ég er svo sem telt en þetta ég þurfa að byrja sjálfur. Já. En Bragi verður bara það þýr ekkert að svekja sig, það er bara næst skák. Já, saman hann er að hrista hausinn að það dugar ekki til núna. Hann þarf að býta í axliðin. Rittar F6, ok, Bragi getur leikið. Spurning hvort þú vilji tefla sko með peð og F4 eða hafa á F5. Ég teldi svona kappskákun daginn með peð og F5 og jú, það getur alveg hefnast í vissum tilvíkum. Ég hef tekið með peði, já. Ok, ég hef nú bara viljað taka með biskup. Taka með biskup og hvíti biskupin getur komið á D3 stundum E4. Falliskákja Kaspar á móti Só sem hann teldi fyrir nokkrum árum. Hraska móti í hérna Singfield. En já, vissulega óvinnulegt að loka hennan biskup inni. Svolítið spes. Símon leikur D6. En ok, C4 já. Það er svona sem átt mér aftur fyrir hennar biskup. Já. Nú gæti orðið uppskipti á drottningum, hverjum er það í hag? Það er nú það. Hvítur er kannski smá frumkvæði. En til lengri tíma þá gæti peða meira hluturinn á kongsvang verið góðu fyrir svartan. Já. Er það vandamál fyrir svartan að vera búin að tapa hrókunarréttunum í svona stöðu? Ingar, hvað getur við sagt um það? Gæti verið, ég held ekki hérna. Ég held að nægir nú að þetta snýst kannski aðalum að svona kýta upp í að reyta á D-línunni svo hvítur komast ekki inn. Sýnist hann gera það nokkuð auðvitað með leikir svo til dæmis biskup C6 núna. Já. Og svo getur hann haft kongi bara F7, myndi ég halda. Aha. Virkar nokkuð örguð þar. Sem er að gerast. Nú er Róni á G2. En hann leikur biskup E4, líklegast bara. Já.
skinn sem leikur, nú hótar hann að fara inn á D7 reyndar, þannig að þetta er kannski smá, þar ég að leika kongur E7 núna, svolítið klaufalegt en verð ég ekki að annarkvort það eða hrókur E8 E7. Já, svolítið þarf að leysa smá vandamál núna. Bragi með smá frumkvæði, ef hann er að koma höggja á Síma núna, þá er þetta séns, annars held ég að Svartinn er að laga stöðuna, að þá er hann til langs tíma með hættulegri færi. Og F4 hjá Braga, hann teflir að krafti eins og yfirleitt. Símon er smá vandræði með að klára leiðskipunum sína og gefur sér tíma núna í næsta legg. Ok, hrókurinn er komin inn, hrókur D7, hrókurinn fyrir að B8. Já, næsti leikur hjá Símon er vantilega hrókur D8 til að losa sig aðeins við hennar hrók. Já. Getur Bragi haldið pressunni svona á 7. reytaröðinni? Já, hann leikur F5, ok, en E5. Það er kannski gæla við það ef við færum út í beiskuböndtabla þá eru hvíturreitinir svolítið veikir svörtum. Já. En jú, það er langt í það og þó hann næði því þá er erfitt að nota meiri hlutan hjá hvítum. Bragi verður að halda tímanum í lagi í þessa skák. Já. Þetta verður væntalega eitthvað endurtafl. A5, hann ætlaði að stoppa biskup D8 en ok, B6, það Símon bara að fara að halda sig svona. Já, þetta er nú engin hérna, hvað skal ég segja, engin sérstök veiking á stöðunni. Kannski að taka bara á leika A5, kemur það bara B5. Símon tilbúin að endurtaka stöðuna, hann vinnur ef að skákin fyrir. Já, Bragi hefur bara enga möguleika hérna. Hann verður eitthvað starf að skipta upp, hann verður að skipta upp á B8. Leikur A5. Leikur A5. Nú kemur, lítur að leika B5 maðurinn. Það er hvað, á ég eitthvað smásens í því? Já, hann ger það. Hann hrókutekur. Ok. Það kemur eilítið óvart en hann er kannski sem að pressa á þetta A5 sem getur að vera leðileg. Já. Biskup D8 verður leika hrókur A4. Ok, en núna mómentið fyrir Símon að fara að gera eitthvað á kóngsagnum? Eða ætla hann að bíða bara? Leikur hrókur B7, hann ætlar að taka dílinu eða hvað. En kongur D2, þannig að hrókur D7 skákjötur, hann svarar með kongur E2, valdar alla reyti, alla innkomur reyti. Það er erfitt að sjá. Nú opnar hann kóngsanginu á leikur G6. Hvítur á hlefna þetta til vinnings. Já, það var bara... Kannski að hann er þessu sip. Já, það var að halda tempóinu einhvern veginn. Já. Hrókur D8 hjá Símoni. Og hrókur G8, hann tekur G-línuna, nú á Símon smá möguleika á mótspili með hrókur G2 til dæmis. Biskup B2 hjá Braga. Símon með mun betur tíma núna í tæpar 1:20, Bragi komin í 33 ár. Já. H4. Hann er 4. Og kongur E8, hann ætlar fram með kongin yfir ef til vill. Sjáum að það að Símon gæti skipt upp á hrókum en það myndi gefa hvíta kongnum aðgang að C5-beðinu. Já, kongur komin ansi langt inn. Hvað segir við, er Bragi að fá eitthvað smá sens núna? Ef til vill. Símon hugsar, hann er enn með betri tíma. Sýnist að hann er núna aðeins jafnast út tíminn og er að gera það. Já.
Já, ég held við vonum það fyrir hönd áhrund að Bragi ná að vinna þessa skák og við fáum hörku spennu hérna eftir það. Hrókur F2 heldur pressu á Gætu unnið F5P. Já. Úrspenningin, já. Bragi drepur, ok. Tekur slaginn, Hrókur F4 skák vantarlega. Hefði ég haldið, en ok. Nú er kannski bara tímið þetta. Það er enda dóminar Hrókina, skemmtilega. Ok, fyrir að sé 4. Kongur D3. Maður hefði haldið kongur D5. Já, og svo kannski yfir Hrókina á giljurina, en ok. Fylgjast með þessu áfram. Bragi kom niður í 15 sekundur, nú verður hann að passa tíman. En býtur Hrókur F4? Jésús, já, Bragi, þetta var ekki dagurinn hans Braga. Það er... Nei. Óhætt að segja það og hann var bara eiginlega hissa sjálfum sér hana. Bragi tapar Hrók og Símon Þórhallsson. Hann er bara komin áfram. 4-1. Ha? Já. Já. Símon er búinn að vera á hörku siglingu upp á síkastið og vinnur þetta við 4-1. Ég kemur vissulega tölvört á óvart samt sem áður. Þó hann hefði lagt Jóhann Hjartarson á velli að vinni 4-1. Það er 2 stórmeistarar röð. Já, en Bragi gerði þarna 2 afdrifaarík mistök, tapaði. Já, það var ekki, þess að hann hefði ekki alveg náð að gíra sig í daginn við. Það var svona, já. Það var eitthvað að gloppar í þessu í kvöld. Einmitt. En Símon Þórhallsson fer í úrslitin og hann mætir þar annarkvort stórmeistaranum Helga á Skautarsinni eða Vigni Vatnari Stefánssoni sem að mætast hér í seinni einvígi kvöldsins hérna rétt á eftir. Við ætlum fyrst að fara í örstuð skilaboð og hvetjum áhorfendur til að fara ekki langt, haldið áfram að fylgjast með, komum til smástund. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útlenni þetta ferði hálfgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. Go be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, velkomin aftur þér að fylgjast með Íslandsmóti Símans í netskák. Í kvöld var fram undanúrslit og vorum að ljúka einvígi stórmeistarans Braga Þorfinnssonar og fítimeistarans Símons Þórhallssonar sem lauk þannig að Símon sigraði 4-1 og fer áfram í úrslitin. Nú fer fram seinna einvígi kvöldsins. Það er einvígi stórmeistarana Helga Ás Gretarssonar og Vignis Vatnar Stefánssonar. Gæti orðið hörku einvígi að fylgjast með hver mæti Símoni í úrslitum. Og Ingvar Þór, hvað getum við sagt einvígi þessara tveggja félaga? Vignir og Helgi? Já. Já, þetta, hér mæta stálinn inn. Tveir mjög harðir hraðskakamenn og það er nú ekki langt að leita aftur í tíman. Bara síðasta Le Coq mót, mjög sterkt hraðskakamót, þar sem voru með Helgi Ás, Vignir, Simon Williams og fleiri sterkir. Og þar vann Helgi Ás Gretarsson. Þannig að hann til alls vís í hraðskák og hann líka góður svona svolítið að lesa í stílana hjá mönnum. Já. Hann kannski ekki sterkur í byrjunum, svona með sín kerfi, svona sitt sull, en sterkur í að lesa svona hvernig anstæðingur teflir og kannski taka svolítið á móti því og ég held að fyrstu skákinnar ég ætti að skipta miklu máli þegar kemur að því. Já, einmitt. Vignir er töluvert reyndari í netskák, ég held ég ótt að segja það. Helgi við sjálfur talaði það að hún finnir skemmtilega að tefla yfir borðinu heldur en á netinu. Það var kannski meira vægi í svona þessu presensi og svona þessi orka sem að Helgi hefur, hún geislar á hann við borðið. Já. Það er ákveðna líkur á því að Vignir sé harðari á músinni á netinu. Já. En eru þið komin á stað ef að hendi spá, það er Helgi Ás sem hefur hvítt. Já. Ætlar að leiða mér, ég ætla að fá að tippa, ég ætla að taka bara sokkabetti alla leiðin og ég ætla að fá að tippa á fósbróðum minn Helgi Ás Gretarsson sem er með í Verslunaskóla Íslands og nú er komið að honum að sýna að 77 kynslóðin er ekki dauður öllum aðeim. Vá, já, þá neyðist ég til að taka Vigni. Já, þú neyðist að taka Vigni, leiðist það kannski. Herri, það er katalónsk byrjun, Katalan, sem að Vignir hefur telt oftar en einu sinni með hvítu en er núna með svart. Já, þú tókst aðeins svona smá undir hundabettin á hann, þannig ég verða. Já. Biskup F4 hjá Helga og Vignir er búin að þenja sig þarna á Drottningavagnum. Já, sama svartur er það kann ekki að telja, hann er ekkert peðið yfir. Nei, hann er bara engu yfir. Hann er bara enga við peðið yfir, Ólafur. En planið á Helga hlýtur að setja hrók á D1 og þenja sig á miðborðinu. Já, þetta er svona kannski eitthvað sem maður getur dottið í huga að gera. Já, þetta er H5. Nú er Vignir komið báða rittarnóta kanti. Hann viðkendi fyrir mér daginn. Hann var lúmst hrifinn af því að hafa rittarnóta kanti eftir að hafa hitt Manuel Bosbum nýlega. Hann var svolítið að vinna með rittar á kanti. Já, kannski full mikið á köflum. Já, það er kannski ekki hægt að mæla með þessu fyrir þá sem heima setja. Nei. Þekkjum öll gamla orðatiltækið rittarnóta kanti líkist fandi. Já. En ok, hvað gerir Helgi? Bakkar hann með biskup? Ég myndi að halda með þetta bakka. Gerir það ekki? Já, bara hafnað á nano. Ég held að myndur bakka og jafnvel íhuga að leika bara D5, en hann leikur í D5. Já, nú getur Vignir drepið hennar biskup, þá fengi Helgi tvípeð. Er þetta veikt tvípeð? Það eru svona ýmsir styrkleikar tengdir þessu peði. Hvítu fara svolítið svona meira haldi í miðborðinu. Já. Og menn eins og Gelfand og Rubinstein hafa verið hrifnir af þessum peðastöðum að hvitt í drottningarpeðsbyrjunum. Svona sögulega. Þessi peð á miðborðinu á svörturötunum myndu tóna vel við hann hvítarðarbiskupa eftir. Og hvítur missir vissulega svartarðarbiskupin en er með alveg peðamassa á svörturötunum sem að valda og skorða þessa svörturöta móti. Þannig að sem er bara eiginlega sem segir að saman sem þú sagðir tóna vel við biskupin í fleiri orðum. Já. En hvað er þetta að segja með þessa gelínu? Sjátat og Hilmir Freyr. Er þessi gelína eitthvað sem að Helgi getur nýtt sér? Jú, það er nefnilega oft svona hægt að pota gelínu og hérna reyðið nú bara ríðast upp fyrir með skák Vignis Vatnars með hvítu þar sem hann tók á sig þetta tippeð gegn sjálfum Gúkes heimsmeistara á Ólympíuskákmótinu þar sem að Vignir er með tvorið aðgerir á gelínni og staðan hans leit nokkuð vel út en Gúkes var svona vandanu vaksin í skólgráðunum og enda á því að Býttu nú við? Yfirspil okkar mann, býttu nú við. Hvernig ætlar hann að svara hrókur D1?
Jú, með því að tapa 2 mönnum fyrir Hrók. Það sýnist mér. Þarna kom smá taktísk skot hjá Helga. Helgi vakandi. Radarinn í góðu lagi hérna DS6. Sjáum það að biskupinn mun falla væntanlega. Já, ekki nema hér sé einhvers konar innskot sem ég sé ekki. Þannig að drottningi verður að finna ykkur reitt. Og þá hlýtur Helgi að vera með mjög vanlega tafl. Já, þetta er svona akkurat það sem að Helgi þurfti hinn í byrjun. Tekur nú væntanlega með Hrók, myndi ég halda. Að byrja vel og vona að Vigni færa svolítið í það sem við köllum átt hlaupkallinn. Já. Það sem að svona verður svona sjáanlega perraður eða illa gengur. Já, einmitt. Sem getur, já, orðið annarkvort ykkur ákveðni og hann kemur tilbaka eða lippast þá niður. Einmitt. Ég sá hvað setur. Þetta er nú ekkert búið, þótt að hvíti sér nú. Svartur er vissulega með peð líka, þannig að þetta er raun uppskipti, en hvíti mennin standa nokkuð vel. Já. Hvítur með riddara og biskup fyrir Hrók og peð, en eins og staðin núna með nokkuð vel staðsetta menn, Vignir er ennþá með sína menn svona út af kanti. Já. Riddarinn á ekkert alltof auðvitað heimangengt þarna af A5, sem að biskupin á G2 tekur allar reitt á honum, hann kemst vissilega á B3, en hvað svo, jú, kannski á C5. Ég var að spá í hvort að hvíti var að reyna að forðast að leika E3 út af D3-reitnum af því að riddarinn á C5 það svona verið að reyna bækistöðum fyrir hennar riddara. Nú er spurning hvaða plan Helgi velur. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir Helga að vera meðvitaður tíman sinn. Það er svona, já, hann hefur átt að til. Hefur átt að til, sammála því. Já, hann hefur ekkert átt að til, hann gera það bara alltaf. Gera það alltaf, hvað tala En já, hann hefur átt að til að fara ansinn niðarlega á klukkunni og það hefur komið hann oft í vandræði. Fyrir mig fannst það, já, leikur sem að kannski verið að leika hraðar. Já, þessi riddari gæti verið að fara á kunna 500 einhverjum kringumstæðum með pressu á til dæmis F7-reitin. Ýmsir möguleikar F6 hér hjá Íslandsmeistaranum Vigni Vantari. Og hann hörvar með riddaran. Já, nú er spurningin hvert drottning fyrir D1, já, stoppar okkur D8, tekur vald á þessari D-línu. Drottninguna 6. Já, ég held að Vigni sé svona halda skákinni gangandi og svolítið að bíða eftir að Helgi verði rauður. Ég ætla að segja, hérna myndi ég bara leika riddari H4 og bara endurtaka stöðuna kannski einu sinni. Og svo bara sjá hvað svartur gerir. En ekki samt eyða 10 sekundum í að hugsa að hvort það er eitthvað. Allt rétt. Ok, það vona sér ekki að kúpla út hérna og þessari fínu stöðu. Vignir til í jafntefli. Það er að segja, samanstæðan er komin upp 2 svar núna. Það takk sér alltaf langa tíma í þetta. Já, þessir Vignir er mynd að bíða eftir að Helgi verði rauður og hann geti fara að klekja á honum á klukkunni. Já, hvort sem hann ætlar að gera þá voru hann að drífa síði. Já, hann leikur þetta að sé 3. Vill reyna að láta reyna á þessu stöðu sem ætti nú svona samkvæmt flestum grunngetum skákarinn að vera betra hvítt. Já, Vignir er nú samt svona kannski aðeins búin að... Já, hann er búin að laga þetta aðeins. Þetta er komin á D3 og E5. Það var hann á A4 á hann. Nú gæti opnast taktík á F-línu sem að ef að peðið drepið þá er svona smá pressa hérna. Já. Jó, Vignir er búin að bæta taflið allverulega. Nú gæti Vignir farið með Hrók á ef til vill E-línuna. Já, hann orðin mun brattari núna Vignir. Já, hann er búin að hrista svona hlaupið úr sér aðeins. Já, fyrst hann var farin að hugsa svona mikið stöðuna þá hefði hann bara átt að beila út held ég. Hann komið svo lágt niður. Helgi? Tíma, já, átt bara leikur þetta H4 og... Já, nú Helgi, sjáum að Helgi er búin að reisa sig upp. Hann er hann alveg bísbestur hann. Það er ekki lítið bara þurfa frá E3 eða eitthvað. Nei, riddari E1, já, ok. Já, Helgi komin aðeins á afturfötuna núna. Hann á 3 sekundur eftir. Já. Og Vignir 20 og Vignir er... Já, hann er librari á músinni held ég. Já, hann er 5, hann tekur á D3, ok. Drottningi verður að fara eitthvað, E2. Þetta er H3. Hann fjallar á tíma. Fjallar á tíma, þetta er ekki, Já, þarna kom klukkan til sögunar og Vignir fæði sér góðan sopa af kollab til að fagna þessu sigri. Já. 1-0. Þarna var alveg gullu tækifæri fyrir Helga, fekk fína stöðu. Já. En var hann ekki svona ópraktískur á klukkunni, Björn? Jú, mér fannst það.
eins og þú sagðir á þessu augnabliki þarna, hann var með betra tafl, hann gat endur ekki stöðuna vissulega, en þá fór hann að hugsa menn verða bara að ná upp einhverju tempói á klukkunni ef þeir ætla að vinna Vigni sko. Það má ekki leyfa honum að hamra svona á sér sko. Já, dotti út hjá okkur sýnist mér. Nei, þetta er allt í góðu held ég. Já, Vigni valdi þarna Biskup G5 aðbriðið gegn tískuvörðinni. Já, er það ekki hérna það er línan sem hann Grekkin Tyrlis mæli með. Þetta er margir. Þetta er svona gamalt aðbrið. Já. Af okkar yngri skákmönnum. Hrifnir af hans uppástungum. Ýmsir menn íslenski telt þetta hérna áður fyrir. Man þetta skákum hjá Gunnari Björnssyni í þessari línu. Já. Hvernig svona út frá ef við höfum drepið á B2 og svo C3 og B2 bara út frá liði, hann hefur svartu fengið hrók, peð og mann býðinu við fyrir drókningu í staðin fyrir að leika þetta F6. Já, hér, athyglisvert. Líklegast er svartur svolítið svona krumpaður og eftir áliðskipa til að Já, þá ættum við að drepa hér og taka svo riddaran og taka svo hrókin. Já, fengið þá hrók, riddara og peð. En jú, vissulega. Það hefur verið svo langt undan liðskipan að það hefur líka ekki borgað sig. Vissulega svartur aðeins eftir á. Já. En fyrir þá sem er heimasitja þá má benda það að Helgi Ás hefur mikið telt svona tísku vörn, leikið G6 og Biskup G7 og svolítið svona beðið í skotgröfunum. Hans helsti kostur að mínum mati er að bíða svolítið og láta andstæðinginn þenja sig og vera svo fljótur að refsa. Já. En nú er svona ein spurning, tískuvörn. Hversu lengi getur byrjun heitið tískuvörn? Já, það er mjög góð spurning sko. Já, hún heitir náttúrulega upphæðlega Modern Defense og einhvern tíma var þetta þýtt sem nútíma vörn. Já, einhvern tíman er nútímin ekki lengur. Nei, það er rétt. Þannig að spurning hvort að modern eða tískuvörn sé ekki svona. Já, það á ekki við að mínum að það. Það er rétt. What to do. Já. Það er ekki eins og þetta sé einhver vísindafræði byrjunir fá eitthvað nöfn með tíð og tíma og svo haldast þau bara. Riddar G4, það er smá pressa þarna á Vigni. Já, hann er eitthvað að reyna að pota hérna, hann Helgi. H3, hann býður hann að fara inn á E3 alltaf veit að svara því með Biskup F2 og ef Riddar getur þá kongur F1. Já, og við erum stöður að svartu vinni þar, afsaki hvítu vinni bara mannin. Þannig að Riddarinn virðist þurfa að hörfa. Það lítur út fyrir það, já. Hann fer inn. Já. Og Vignir er hissa. Er hann að... Veitu, hverju eru við að missa? Biskup F2. Drottning A5, já. Það notur að drepa á C3, skemmtilegt. Vá. What a find by Grandmaster Gretarsson. Ok, hvað... Já, ég veit ekkert. Hvað gerir hann? Ok, en ef ég leik bara núna leik eins og Riddari... Nei. Og þó, Riddari D4, vinnur það manni samt. Riddari náðan Riddari getur kongur F1, vissilega orðið heldur mikið að peðum, en ég get drepa F4 og leiki E5. Riddari D4, hann má drepa það og drepa C2. Já, það tapar E5, ok. Það var Atlasen sem átti heimi síðast einvigi. E5, hann drepur á G2. Já, E5 var svona öllu betur útgáfa af hugmyndir sem ég fekk hana. Já, nú er spurning hvort hann fyrir að drepa F4 og leika svo Riddari drepur E5 og hérna verður mér hugsað til skákarinn Olga Prudnikova og Helgi Gretarsson sem þú einmitt skýrir í tímaverði skák, ef ég maður rétt. Jú, það er rétt. Það sem Helgi fekk alveg því líka svona peðasúpu fyrir mann. Einmitt. En þá var nú reyndar Kóngstaða hvít svona öllu varhugaverðari, en þetta er samt mjög áhugavert. Samt áhugavert, af því að þetta eru 3 peð, þannig að tæknað sér svartur ekki liðundi. Biskupinn er að koma á B7. Svona skemmtilegt spil hérna í stöðunni. Hann fær góðan hrók. Nei, ég vildi sagt að það var góðan kóng þegar hann er að hróka. Riddari D5 áhugaverleikur er að stoppa svartan frá því að hrókera. Já, kemur Biskup B7 og þá festur að Riddarinn í sessi með C4. Já, þetta var kannski bara sniðu nálgun hjá Vigni þannig. Við sjáum að Helgi með betri tíma aldrei eins og vant. Já, kannski ég voruð meðveitur af það
hvað þetta kostar hann í fyrirskákinni. Það er átt með fall á tíma, þá sannlega fara mann að blitza eins og óðir í nærskákinni. Einmitt. En Helgi búinn að fórna manni og hann þarf að tefla svolítið að krafti. Já, hann tefla krafti. Sjáum að Svartur var ekki gott með að leika E6, þá kemur bara yfir F6 skák. En já, það er ómikil veiking, en hann vill örugglega vera til í að losna en að riddara þarna. Já, ég hugsa það. Hvað gerir hann í þessu? Já, ég ætla að segja, verður hann ekki bara að taka hann? Okay, þá með virka rókabillinni, gæti orðið gráður í einhverjum stöðum, bara tekið og aðtöð, þá er hann í á D5 líka. Það er hún í hér og hún í hér. Það þarf bara að passa sig að hvítu verið ekki ofaktur með svona. Já, þetta er óvenjuleg staða. Já. Ég held að þetta sé alveg eitthvað stað sem hendi Helga ágætlega. Hann er oft í þessum stöðum út af þessari byrjun. Sérstaklega hann er að tryggja kóngstöðunum sína með að róka fljótlega. Það þarf ekki að miklar ágjur að einhverju mótspili frá Vigni. Róku D1, valda D5 peðið. Ætlar Helgi að halda áfram að taka peðið eða hvað? Hann rókar skynsamur. Ok, Vignir hefur biskup fyrir 4 peð. Já. Og er aðeins búin að ná að takmarka svona, fækka mönnunum á borðinu, en... Jú. Ég held til dæmis ef að, hann tekur bara eina petti viðbót. Já, það er... Já, og Vignir ekki sáttur. Þau eru orðin... Ansi mörg peðin. Já, ansi mörg. Býtur við? Ég er að tellja þau eru 5. Já, þau eru 5, já, ok. Og 4 ætti að næja. Þannig að ég myndi segja að Svartur er svona, allavega í þessari skák, á að vera að mestu úr tapættu. Já. Hann alveg sáttur að skipta på drottningum. Spurning hvað hann haldi ekki biskupnum inn á. Jú, mér finnst það nú. Nei, hann tekur eftir, ok. Gerir það ekki reyndar? Hann sem margir sokkar sem við verðum að tróða hérna í menn. Já. En ég sjá með þetta nokkuð, ímyndum okkur bara Svartur leikur H5 og hefur kongu F6 að þá er þetta peðið völdu hjá Svörtum og ekki alveg ljós hvernig hvítur á að sækja þeim. En leika F5 og kemur með kongin þar, hann ætla að lappa með kongin hann að... Og hann fyrir F6 og já, það er... Vignir er ennþá með tölvöld verið tíma. Já, það er ekki líklegt að hvítur nýti sér þennan E6 reit fyrir hrókin og þótt að hrókun kemur á E6 þá er hann ekkert eitthvað... Engin svona... Já, þvingar auðskipti nú. Þvingar auðskipti nú er þetta mjög erfitt að hvítan. A5 er að koma, A4. Já, peð á sig ykkur á vagnum og... Þannig getur Svartur bomba fram kongspeðunum. Ég held að Helgi vinni þetta bara. Já, ég held að þetta sé bara easy vinningur á hann. Ásins G5 hlýtur bara að vera átóð hérna. Það er ekki... Þú hvítur að meira sér sótt hápeðið og hvítur hefur ekkert mótspil. Það er ekki bara ekki neitt, sko. Það er ekki nokkuð leið fyrir Vigni að bremsa þessi peð með einu biskup. Nei. Ekki nokkuð leið. Þetta er bara kólunið. Glæsilega gert hjá Helga. Heldur betur. Hann var úrraða góður hann í þessari stöðu. Flestir hefðu nú bara, held ég, hörða með hennar riddar. Riddar eður biskup eftir og bara haldið áfram. En Helgi var eitthvað... Já. Hann var þrjóskur. Sem að svona, ofta góður eiginleiki hjá honum og fann leiðið þarna. Staðan 1-1 og við erum aftur með riddar F3 frá Helga. Já, það var mjög athyglisvert. Og hérna getur við fengið eftir C4 eru bara með Katalan með biskup D6. Já, ég held að hann leiki riddar C6 einhvers staðar, hann Vignir. Já, það er hérna, það er ekki eitthvað svona Daniel Dardalína, sem Svartur reynir að taka snemma á C4 og leika E5. Ok, nú erum við komin í einhvers konar... Já, ég veit ekki alveg hvað skal kalla þetta. Nei, Svartur er að tefla eins og hvítur sem tefla London System og hvítur er að tefla eins og síðan 60. Já, einmitt. Akkurat. Já. Já, Helgi getur gert ýmislegt, hann getur drepið á C5 og getur leikið C4 og... En ok, Vigni gerir sér líklega... Já, þessi uppsetning hjá Svörtum er einmitt notu 8 á London og þar einmitt, ef Svörtum er að leika þessu leik F5, þá var hann yfirleitt svona nokkur veginn búin að jafna tablið. Já. Spurningin einhverju hvítu bregst við hér. Já, þú veist, drepa alltaf leikið C4. Já, það er svona nokkuð safe. Byrju, Vignir bara að tefla nákvæmlega eins og mótið London System. Já. Það er allir leikirnir bara.
og teflir hratt 3:15. Hann sýnist að síðasta skák hafi stuðan svolítið. Ég hugsa það, já. Þegar með tapur og stuðar þá mæta þær og tefla alveg eins og sé að tefla með allt á hreinu og leika samstundis. En Vignir á auðveldsplan, já, á miðborðið og þægilega leikir. Ég held að Svarti Hljóttin er búin að jafna tablið og jafnvel mögulega örlítið betur. Já. Drottning Einar er leikur sem virkar mjög klönulega allavega á mig. Já, tek undir það. Ok, hann bara valdar miðborðið. Eina sem eftir að huga eitthvað svona, ég veit ekki, eitthvað svona H3. Hann tekur á D5. Jú, kannski geta leikið H3, C4. Já, lagaði eitthvað til. Kannski G4. Og kannski það er svona vill hafa vaðið fyrir neða sig. G4 geta alveg verið leikur, maður vill líka passa að veikja sig ekki of. Mitt. Það er svona ýmsi möguleika til að gíta peðanum en allir þessi leikir gefa eitthvað smá eftir. Já, það leikur E4 og gefur D4 inn. Já, þessi rittari getur líka hoppað eitthvað inn hérna fljótlega. Já. Helgi að vendilega hugsa þetta allt á meðan að Vignir er ennþá með 3 mínútur á klukkunni. Svakalega tímahorskot. Já, þetta getur verið dýrt fyrir Helga. Já, hann er ekki alveg að finna finnst mér tíma jafnvægið í þessari skák. Það mun betra hjá honum í skák nr. 2 sem hann vann. Já, algjörlega, hann taldi þar frábærlega. Já. Praktísk tímanótkun. Hvað ætla að segja að spá hérna? Hrókur C1. Vignir heldur áfram að tefla hratt. Já, Hrókur C1 einhvern veginn bauðunum bara í heimsókn í einhvern gaffal hana. Það var ekki bara slagkvæleikur. Jó, ég held að. Þetta er D3 gaffallir. Þetta er B3, vá. Já, hann alltaf. Já. Peða A2 onni en þá kemur þá Hrókur A1 vantarlega og fengi smá mótspil. Já. Þannig að Vignir kannski leikur bara einhverjum undirbúningsleik. Hvað með að leika bara rittari D3? Taka til inna. Já. Það fekk Hvíti kannski að leika G4 og taka móti. Samt, ég held að Svarti mig alveg þokkalega vel unna þar. Já. En svo spyr maður sem móti, ok, við viljum kannski leika bara B6 eitthvað, halda taflinu gangandi og láta Hvítan finna leiki. Hvíti er náttúrulega bara með 33 sekundur, svona að Vignir gefur sér tími í þetta núna til að velja besta framhaldið. Já. Hann leikur biskup G6. Hótar þá að koma inn á D3-röðin og ef þessi biskup endar þar þá er Hrókurinn lokaður á F1. Þannig að rittari D3 lítur ára bein hótuna akkurat núna. Hvað gerir Helgi? Hann er orðan eldröður á klukkunni. Drottning E2. Vignir með nægan tíma til að velja bestu leiðina hérna. Hann getur leikið rittari D3, það er spurning hvort það sé að reikna það. Það er eiginlega ótrúlega hvað. Já, tíminn er allt á slaga núna, já. Já, hann tekur á A2. Hann tekur á A2 og nú kemst hann að C3, já. Það fyrir þangað. Drottningin fyrir á C4, út af rittaranum sem er valdaður. Ok, hvað gerir svona eftir Hrókur A7 kemur þá B5? Var það planið hjá Vigni? Hann fyrir með þennan. Þessum er hótað. En þá er eftir, já, býtum við, hvert er hann? Hann fyrir að E4. Gerðu það. Rundar í D3 eða hvað er? Já, Helgi kannski koma tilbaka. Já, hann er kannski svona að reyna á einhverju hóreim að komast að það inn í þetta. Og Vignir setur upp einhvern svip hana. Hann er hissa á því að Helgi sé að klóra svo út úr þessu. Ef hann er peðið tilbaka, þá verður hann aldrei að vita. Er Vignir að spá í einhverjum svona aðgerðum bara taka D3 jafnvel? Já, það hljót lítur að vera. Hann gerir það ekki. Hörvar. Fyrir F4 tekur ekki á C5. Nei.
og ekki á Asju. Ok, það var náttúrulega hóttungarstelpa D3. Þetta óþarflega leikur. Ekki með þú voru að fara að leika einhverju bara helst núna. Nú var þetta hruni komið. Já, hann fellur á tíma átt. Já. Hann misti alveg tökinn á þessu. Hann komst einhvern veginn aldrei almennilega inn í þessu skák. Nei. Það var ekki vel útfært. Staðan orðin 2-1 Vigni í vil og það sem athyglisvert að allar skákinnar hafa unnist með svart. Já, hingað til. Það kemur nokkuð óvart. Já. En Helgi náði bara flottir skák í annarri skákinni. Það allavega gott fyrir hann að þessa svona býta frá sér að minnsta kosti. En staðan orðin 2-1 Vigni vil og við höldum áfram þetta einvígi eftir örstuðskilaboð, ekki fara langt. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferði algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, verið velkomin aftur. Þið eru að fylgjast með við Vignis Vatnar Stefánssonar og Helga Ás Grétarssonar staðan 2-1. Vigni í vel, þegar við tókum auglýsingahlé og förum næst í ljóslegara skákina, skák nummer 4 og þá er spurning hvort að Helgi Ás býti frá sér aftur. Alla skákinar hingað til unnist með svart, Ingvar, kemur það á óvart? Já, það kemur nú eitthvað á óvart, sérstaklega. Já, Vignir allavega hefur verið traustur með hvítu, en já, Helgi hitt á góða skákamótunum. Samaskapið þá var Helgi yfirleitt verið svona nokkuð traustur drottningabæð skákmaður og þannig að hann tapir 2, það er svona óvenjulegt. Gegn svona. Já. Helgi teldi mjög góða skák í annari skákinni í tískuverðinni, fórnaði manni fyrir fullt af peðum. Já, fyrst fekk hann 3 peð og svo urðuðu 4 og setna 5. Já. Og þegar þið voru að verða drottningu þá gafst Vignir upp. Það var vel útfært skák hjá Helga, spurning hvort hann hlóð upp í peðin. Hann tók, fann hann svona skemmtilega taktíska lausn í svona í stöðu sem að nokkur leikjum áður er betra hvít en báður vita það og hann tefnir upp á það. Það er alltaf svona færi sem hann fann núna en já, hann þarf að finna sigur. Já. Hvort það kemur núna eða seinna. Svo sem alltaf leita að gera jafntefli, það er ekki það. En hann þarf allavega 1 sigur viðbót til að jafna taflið. Já, fljótt skipast veður í lótti í þessum einvíum. Við minnum á það að keppendur vinna ef þið fara yfir 3 eininga. Staðan 2-1 Vigni vel. Ef við förum í 4. skákina sem hefst núna innan skams. Já, við hefum ekki séð mörg einvíð þar sem einhver kemst í 3-1 og einvíð er jafnað. Þannig að ég held sem er mikilvægt fyrir Helga að tapa ekki þessari skák. Einmitt. Þeir eru komin að staði á. Já, við fengum upp svipaða byrjun og í annari skákinni fyrir hrætt í fyrstu leikina. Það er tískuvörn eins og við varum að búast og biskup G5. Helgi breytti út með Riddari CSS, var ekki rétt að mér, eða er þetta sama? Já, hann leik Riddari CSS líka áður, Vignir leik ekki hann leik ekki D5 og drottning F3. Aha. Spurning hvort að Vignir hafi svona hraðspólað í einhverja stúdreikar til að vera klári í þetta atriði í hlénu, það er nefnilega mjög líklegt. Og hróka langt, sem er athyglisverð nálgun. Hann lenti, ég ætla ekki að segja vandræði, men Helgi fekk smá spil með drottning á B6 og Riddar á G4 í annari skákinni. Þannig að hvítur hefur náttúrulega miklu meira rými en Helgi er ekkert að kippa sig upp við það. Svartur gefur svolítið eftir rými og tíma. Já. Þetta er svona áhættisamt og tölvunar eru fljótar að setja svona ágætis plús á hvítan oft í þessum stöðum. En hins vegar er svartur svona, hann er kannski ekki með stóra veikleika og svona býður átækta og vonast eftir að nýta sér einhverja dýnamík svona það líður á. Einmitt. Nú er það Helgi sem að hugsa Vigni í leikarna síðast kongur B1 er ágætt að benda þeim sem heima sitja það að svona leikir eru oft mjög gagnlegir þegar með að hrókar langt, íta kongnum til hliðar, koma honum úr skotlínunni og halda valdi á öllum peðunum sama tíma. Já, þetta er ein af 2 reglum stórmeistarans frá Bandaríkjunum. Hvað heitir hann náttúrulega? Græmildsætan. Býtur þú við? Datti rúmir. Ok. Já, ok, ég var samt einhættur orðið hjá mannum. Látum við líka með hluti, Ben Feingold ásakið. Já. Hann segir, aldrei leika F6 og alltaf leika kongur B. Aha. Já. Þannig að Vignir greinlega með það hreinu. Þannig að ég ætla að spá því að nú komið upp svo stað að Helgi leiki F6 síðar í skákinni. Já, einmitt. Helgi leik allavega Riddara á F6. Riddara F6, já. Og gerir sig kláran í að ljúka liðskipurinni, svartur á ýmisplön í svona stöðum. Hann getur annarkvort ítt þessu peða stað hérna og farið áfram með peðan á drottningavegg eða drepi hér einhvern tímann og fært hennar Riddara til og þá lifnar kannski við biskupnum. Já. Svo okkur B8 típisku svona undirbúningsleikur hjá Helga. Lætur Vignir að velja sitt plan. Já, þetta er hvítur eða leik í okkur biskup B2. Það er alltaf að stoppa þessa taktísku hótun að biskup lenda á G4. Helgi er ekkert að flýta sér að hrókara en til staðan ekkert opinn. Það liggur kannski ekkert á. Nei, það virkar svona nokkuð ákveðin og einbetur. Já. Stríkur sér hérna á milli augnana. Það er gaman að sjá menn svona stíli sér og vel merta. Þetta er svona eins og Magnús Carlsen hefur gert gennum tíðina. Alltaf á svona hrað og allskakmótum. Það var hann í svona skyrtum, mertum styrtaraðilum. Einmitt, og sem hann að Vignir mertur kollab og gott auðvitað ekki merki kolska. Já. Ég hvað þetta framleiðandans.
Helgi búinn að hróka og þá gæti Vignir farið að íta peðunum á kóngsagnum, hann gerir það, G4 og þetta er kapplöp staða. Hvor sóknin mun lenda hér á ljóshraða. Já. Þessi skák er einmitt í boði ljósleiðarans sem er einn okkar styrtaraðalum ásamt Kollab, Símanum og Lengjunni. Svartur, já, fórnar þessu peði. Já, nú gæti Vignir drepið á B5 og gerir það. En svartur bindur vonir við að biskupinn á G7 vaknar svolítið lífsins og heldur betur. Á hann eitthvað sterkt framhald hér. Kannski drottning A5 og C4 er það með leikur núna. Já, verður nú eitthvað að gera. Já, byrjaði að fara drottninguna, Ólafur. En það er rétt í þér, C4 er... Þetta er svona þessi gekko. Herran, hóta rittaragarfli á D5, ég leik bara C6. Já, veit. Já, rókar af. Ok, Vignir er búin að styrkja hann á rittara og halda drottningavagnum lokuðum í bili að minnsta kosti. Spurning hvort að Helgi reynir eitthvað að opna þetta. Mér finnst ofta áhuga að vera svona, nálganir hvort sem það er í byrjunum með öðru að það reynir svolítið að loka já, sóknir bara svona, þótt sést bara að gefa eitt peð, þú veist, alien er opinn og allt svona þú ert bara að reyna að loka ég þetta liðið og bara reyna að loka búðinni. Það er mitt. Drottning A5. Rittara 2, heldur áfram að reyna að loka búðinni. Kannski setja rittaran á C3. Það er mitt. Valda B fyrir rittaran, loka skálinni. Við þurftum að ágjöra af einhvers konar. Já, hann tekur náttúrulega líka hann glóðin G4 til að byrja með. Þessi rittara A2 er náttúrulega valda B4-rittin sem er náttúrulega sterkt líka. Þannig að drottningin er ekki að koma inn á B4 strax. Það er mitt. Af hverju er hann ekki búin að leika H3, er hann ekki að spáði að taka F6? Æ, trúi því ekki. Taka F6 leika G5 og svo bara H4, H5. Gallið það er að þóttu opnum hálínuna og þá er mjög erfitt að máta biskup á kóngstöðu með biskup á G7 þegar við höfum ekki svartenda biskup. Og drottning A3. Já. Áhugavert. Þetta var áhugavert. Hann ætla bara að fara hérna í kaupin. Já. En nú er Helgi bara Helgi bara á lakkinu sko. Ok, rittur að fyrir hann vil alltaf ekki skipa drottningum en það var svo áhugaður stað að Helgi glemdi ég leika B3, hvað ætla maður að gera? Rittur C3 skák, taka A3 og C3. Ok, já, þetta var ágætis taktísk lausn. Það var svona einu leik en hvað ég leik bara E5 núna og svo B3. Já, E5, loka biskupin og svo B3. Mögulega, já. Það er eins og Vignir sé svona býtu, akkur má ekki gera þetta? Já, en leikur hann ekki samt bara rittari C3 og drepur allt og drepur svo á B3 með hrók og vinnur hann að ritta hann tilbaka. Vá. Er það rétt eða rangt? Veistu það, ég bara áttum ekki á það. F5 er leikið, þannig að we will find out either way. Kongur C4. Já, ég held að B3 og rittari C3 skák, drepið, drottning bara A3 og hrókur drepið B3 og A3. En ok. All ok. Var hrókur B3 með skák þá? Já. Já, hann getur ekki valda báða rittarana, það er rétt hjá þér. En byrju, er þetta ekki árið eitthvað missan hjá Vigni þá? Jú, ég myndur að það. Kóngun er komin út og ég meina það er bara jafnt í liðum. Helgi með biskupaparið og já, og Vignir er komið niður á klökkunni. Er Sveiklan í Helga aftur að skila þessum sörtu? Er 77 árgangurinn að rísa? Mín síðasta vona þurfi ekki að fara að tróða okkur úr sokkum inn uppi mig. Ok, Vignir hristir hausinn. Og þetta er C3. Og Helgi reysir sig við. Nú er alltaf bara jafnt að liði sko. Já. Ekki falla tíma Helgi. Goddammit. Ok, hrókur A1. Must take. F5. Strong move. Wants to take and bishop F5. Já, biskupandi vaknar til lífsins núna, þá má Vignir fara á þessi alla við, en klukkupartingurinn getur erfiður. F3 já, peði fyrir áfram. Þetta reyna 4, hinn er að hanga á þessu. Má líklega bara taka H2, gerir það, en það er hún í C5 á móti. Þetta er mjög spennandi núna. Þú er ekki að hleypa peðinu langt, það kemur á F2. Valdar að biskup H3 verður að koma. Já, Helgi með þetta núna. Ekki missa tökin, þetta er biskup, hann verður að fóla skiptamun, Helgi skiptamun yfir. Nú þarf Helgi bara að passa klukkuna. Aron er á C5, Aron er aftur líka. C5, já þá er aftur honni. Hann byrjar að valda beisinn. Og Helgi reyna að bróta þetta upp hérna, leikur E6. Og kemur hinrittarinn. Já.
Ok, nú er C5 onni, en H6 reynir að grafa undan. Má hann taka C5 onni á D7. Já. Fyrir H3, hann hörfar. Þetta er ekkert endilega unnið Helga. Það er onni á D5. Sá það ekki. Þannig aðeins svolítið að missa tökin hérna verður líka C8. Þetta er svolítið passíft. P er hættulegt maður. Já, en hvítin er ekki að auka pressuna á svörtureitunum sem betur fer fyrir Helga. En er hann ekki fastur hana? Getur ekki hrókar þangað og H4 á fyrir að stað. H3. Þetta er mjög spennandi þá. Já, það er mjög erfitt að átta sig á stöðunni. Svona, hvað akkurat er í gangi. B5, ok. En þetta HP getur verið dýrmætt. Það finnst einhvern veginn eins og hluta að geta nota peðið og hrókin. Rittarinn ætti að geta trýtlað á C8. Já, hrókurinn fyrir baka peðið og nú má hann ekki leika biskup H, nota hrókur H4. Leiknið drengur. Helgi að taka þetta núna. Já. Býttu nú við, ok, við skulum aldrei segja aldrei, þessi peð eru Halsni pyrrandi. Býttu kongurinn kemur á C7. Kongurinn kemur á C7? Hvað er í gangi sér í skák? Ok, nú er þetta jafntefli. Eða hvað? Never say never. Rittarinn okkar reyti? Ok, nú kemur rittarinn á D6. Já. Nei, S7, kongur D6 er D7. Ok. Og hann har nógu mikið að reytum til að geta bara að fara fram og tilbaka, já. Já, þetta er líklega jafntefli. Hann á 4 rit, hann á C8, C6, hvað er hann ekki? Já, ok. Þetta er reynda 300 vinnings, þannig að nú þyngar hann vigni að... Já, biskup B1 og jafntefli. Já, hérna, já. Þetta var klárlega... Já, það var spennandi. Vigni sem bjargaði eigin skinnið þarna. Þetta var alveg ljóslegar skák. Þetta var stórskemmtilega skák. Það lifnaði yfir henni. Þá er það 5. skákin og það er Helgi Ás sem hefur hvítt. Ég Helgi var náttúrulega bara að byrja á að finna eitthvað G-þrú fyrsta leika, ekki rittar eftir og G-þrú, bara tefla mótarinn með skipturitum. Já, akkur ekki. Já, hann leikur rittar eftir. Ok, kannilega búin að ákveða þessa nálgun í mjönu. Já. Ok, hann var svona aðeins, já, þetta var eitthvað aðeins soft fannst mér áðan hjá honum. Já, hann fekk... Sama stað, já, Vignir Rittar hafði biskupin á DSS áðan, þetta er svona aðeins öðru sem nálgun núna. Hann fekk ekki góða stöð áðan í þessu tæmi, sko. En allir Vignir sem er að hugsa núna bara að tefla sólít. Já, hugsanlega. Hann leikur A6, já. Bara að halda virkinu, hann er ennþá vinning yfir. 2,5, 1,5, það er Helgi sem þarf að vinna skák til að jafna leikana. Helgi tekur á sig þetta C-peð sem er svona aðeins veikt en að móti þá býtur aðeins virkari og aðeins fljótari liðskipan. Vignir er að fara að koma liðinu sín út hérna. Já, við það að jafna leikana í liðskipan. Hvernig, já, ok, hann leikur þetta B3, þetta er C6. Og E3 hjá Helga. Já, þetta er rólegt hjá Helga með svona það verður eitthvað lítið biti í þessu, veist manni? Já, það er það. Þetta er bara svona staða. Já. But ok. Og Vignir hugsa hvernig hann ætlar að halda áfram með þetta. Já. Ýmsi leikir í boði, bara hrókur D8 eða leikur. Til dæmis, spurning hvað Helgi ætlar að gera, hvort hann ætlar að... Já, er þetta jafnvel auðvöldar að svart bara, þú veist, hrókur E8, nei, hrókur D8, þú getur ekki biskup E8. Já. Beðið át þetta og... Það er bani á hvítum, það er svona... Mjög traust á svartan. Og Helgi hugsar. Hvernig þróa hvítu stöðuna? Já, það er ekkert eitthvað augljóst plan, finnst mér. Þú veist, ég veit ekki. Hrókur B1, biskup A1, er það eitthvað svona? Ég veit ekki hvað mikið bæting í því, svona? Nei, einmitt. En það sem ég fyrst og fremst ágjör af er hvað svartastaðan er auðteflanlegri og Helgi komið svolítið undir núna á tímanum. Já, ekki fyrsta sinn sem það gerist og Nei. Hann er að leita einhver plani að leikur biskup C3. Já, tekur allavega aðferðreitina riddaranum svona upp á ýmsa möguleika. Hann kemur E5, já. Hann er svona tilbúin að auka rýmið sitt aðeins. Já. Fyrst eins og Helgi sé aftur að Já. Það lendir því að svona tafnmennskam hvítu sé eitthvað aðeins á mjúk. Sammála því.
H6 á Vigni, hann hefur tímað bara í svona undirbúningsleiki. Var þetta kannski einum undirbúningsleik og mikið, nú er ég FM. Já, nú er ég FM-peðinu hótað og... Já, kannski ekkert auðvitað að valda, hann leikur biskup E6, já, og hvað, hún D2 í ykkur línu með hvað? Aha, drepið og fellur hér á móti. Já. Já. Ennum að svipa taktíki Karakan hann á tískafabriðinu. Einmitt. Það er biskup F4, drepið E2. Sem einhverju kannast við, Salgurun. Biskup F5 hjá Vigni. Hann svona lokkar Helga til að leika E4, hann myndi gefa eftir D4 þetta nefntöld. Hann fyrir tilbaka, já. Já, ég held að Vigni hljóti að hafa unnið byrjun á baráttunum hér. Já, ég sammála því. Og ekki síður tímabarátuna. Já, við sjáum að Helgi kominn undir mínútununa. Biskup F með smá perranda því að það er svona eina leiðin til að bæta stöðuna var kannski að setja hróka B1 og pressa B7 en býða eitthvað með það. Þá hugsa Vignir. Það er svo sem ekkert sem liggur á hjá honum, hann bara bakkar, já. Já, mér finnst þess að hvítast að sé bara eiginlega búin að ná þakjunu einhvern veginn, sko. Já, er þetta að bæta hana meira, mennur? Já. Það er ekkert aðeins kannski svona upp á hansi tröst og eitthvað svoleiðis en það er bara, já, ég sé eitthvað góða leið til að þróa stöðuna. Nú til þess að Bróni og C4 vantarlega. Valdar að svona, ok, hinritarinn, já, ok, hvað er þessum menn að gera, sko? Þetta er óþægilegt. Jú, óþægilegt. Ok, riddari A5, er það leikur? Það er svona til að gera eitthvað. Já, það líka... Þá kannski riddari A4 svörtuleika aðeins. Líka riddari A4. Já, vá. Þetta er svona... Verulega þægilegt, actually. Já, þetta er stór ákvörðun hjá honum að drepa. Það nú var að koma inn í eitthvað svona... Þetta er eitthvað neyðuróraði, sko. Já, orðið sig að vera leitað. Og ef hann tekur hérna á E5 þá er alls konar, ég meina biskup H3 eða svona hvíturreitinir rosa gloppóttir hérna. Já. Spurning hvernig Vignir útfærir þetta. Já, það kannski reyndar hún í að G7 til að byrja með, þannig að kannski vil hann kannski er að leika riddari A4 til að byrja með. Já. Eitthvað slíkt. En ok, það er alltaf komið eitthvað ójafnvægi í þetta. Já. Já, mjög stór ákvörðin hjá Helga að gefa hvíturreitabiskupinn hann fyrir 1 peð en hann bara sá ekkert annað plan heldur. Ég held að það bara kannski að vera málið. Það er svona praktísk ákvörðin. Stundum það maður bara leika ykkur, sko. H3, hátamátinu, Helgi blokkar, dronningi 6. Valda G6 peð og heldur drottningunni svona í námynda við hvítakonginn. Það er D7. Það er orðið mjög losarlegt við Helgarinn. Mátti mögulega að drepa á B7 því að Róni E7 en þetta er allt mjög losarlegt, þetta er svolítið erfitt og hefðu nú bara Róni A4 D4, þetta er ekki bara ég held að þetta er búið. Ég held að þetta er bara, ok, geta að tekja B7 núna tekja A4, taka bara E7 já, Róni C náttúrulega líka, sko. Já, ok þetta er bara GG, sko og hann fellur á tíma í þriðja skipti í 3 skákum með svörtu, nei með hvítu. Já. Það er bara öllu skakunum tíma með hvítur. Já. Þá er þessu einvíu lokið. Já. Og það er Vignir Vallar Stefánsson stórmeistari sem að vinnur þetta einvíu. Já. 3,5, 1,5 og fer áfram í úrslitin. Já. Það sem að mæti fítumeistaranum Símoni Þórhallssyni. Hvorki meira en minna. Þetta var, já, bara skemmtilegt. Við fengum hörku spennandi fyrra einvíu kvöldsins, það sem að voru mikla sviftingar. Seinna einvíu kvöldsins Helgin á þessari alveg á strik, sérstaklega með hvítumörnum eins og þú sagðir. Já. Fekk ekki nóg mikið út úr byrjuninu þó hann hafi sýnt, já, eina mjög góða skák með svörtumörnunum. En það var ekki nóg til þess að leggja af velli Vignir Vallar Stefánsson, stigasti skákmann landsins. Og minnum að það að úrslita einvíi Íslandsmótsins fer fram næstkomandi sunnudagskvöld. Já. Og þar fáum við eitt einvíi með örlítið öðruvísi fyrirkomulegi heldur en hin einvíin. Það er ögn lengra. Það er 10 skáka einvíi eða hvað? Já, og þá mætast Símon og Vignir. 2 ungi menn, ferskir og sprækir. Já. Já. Það verður gaman að fylgjast með því og við hvetjum áhorfendur til þess að missa alls ekki af því næsta sunnudag klukkan 7
og við Ingvar þökkum styrktaralum kvöldsins. Það eins og áður ljósleiðurinn, Síminn, Collab og Lengjan sem styrkja þessa útsendingu. En takk fyrir að vera með okkur í kvöld og sjáumst aftur að vikuliðinni. Verið sæl.